Herðu, risa fiskur landað hér í Njörgunni. Er þetta ekki hákarl? Hákarl, hvalriki. Já, já. Já, engin spurning. Haukur Helgi er auðvitað frábær körfuboltamaður, alhliða körfuboltamaður, en ekki síður frábær persónuleiki. Stórkostlegur karakter og þannig að hann á eftir að gefa þessum hóp og gefa þessu liði miklu meira heldur en kannski bara það sem tengist körfubolta. Ég held að hann eigi eftir að hafa mikil og góð áhrif á hópinn bara svona á alla kanta. Hann var á æfingu hjá okkur í gær, sást eitthvað strax breytast þar? Já, það þekkja það svona flestir sem hafa verið í þessu að þegar að þú færð inn leikmann sem hefur svona breytu í sér, sem að getur gert aðra betri eða lyft ykkur upp. Mér fannst ég finna fyrir því á að svona nærvera hans gerði það verkum að það urðu ákveðnar tengingar, en við gerum okkur alveg grein fyrir því að það mun taka tíma og það er auðvitað talsverð pressa. Hann hefur aldrei spilað í efstu deild á Íslandi og hann sé búinn að spila í deildum sem eru margfalt betri. Þá er þetta kannski auðvitað öðruvísi og við erum alveg meðvitaðir um það og við tökum bara á því og ég hef engar áhyggjur, við verðum fínir þegar líður á. Eins og þú segir, hann er versatile, hann getur spilað margar stöður. Hvað kemur þú til með hvar sér þú þig notan? Við munum bara nota hann nánast eingöngu bara sem svona frjálsan vængmann í rauninni. Hann verður í þeirri leikstöðu hjá okkur. Ég sé hann ekki mikið fyrir mér að spila í einhverjum af þessu stóru stöðum. Hann verður, okkur vantar ákveðna ógn í bakvarðarstöðum eða svona í þessum stöðum út á velli. Okkur vantar meiri sköpun og varnarleik út á velli og ég sé hann fyrir mér í svoleiðis hlutverki fyrir okkur og ég hef bara mikla trú á því að hann eftir að falla vel inn í leikliðsins. Þið voru með markmið fyrir veturinn, þetta sæn, breytir það þeim? Sko, við náttúrulega erum auðvitað búin að lenda í ákveðnum svona skakkaföllum og við vorum auðvitað með ákveðna mynd á liðinu þar til miðjan september og eftir að þær breytingar gengu í garð þá svona fórum við þessi í gegnum málin og við höfum svona nokkur lítil markmið bara svona í upphafi móts sem að verða svo bara til endurskoðunar eftir því sem að líður á. Þar vorum við auðvitað að fá inn leikmenn í nýjar stöður hjá okkur og þannig að við gerum okkur grein fyrir því að það myndi auðvitað taka kannski smá tíma. Nei, við bara höldum okkar striki og markmiðið var alltaf að verða betri og við viljum vera á meðal þeirra bestu og þangað stefnum við. Hann verður með á föstudaginn á móti KR eða hvað? Vonandi ná félagaskiptin í gegn og hann verði með.